Hingað komin Kristín Helga Gunnarsdóttir rithöfundur. Þú hefur skrifað barnabækur. Þú ert vinsæll barnabókahöfundur, fíkilega vinsæll, en nú ertu með bók sem ég ekki segja ætluð fullorðnu fólki. Þú ert að skrifa konur sem að standa nálægt þér og kalla bókina Litlar byltingar. Já, ég er ekki vissum að krakkar nenni að lesa þessa bók. Ekki víst. Nei. Þetta er eiginlega svona sagnasvegur kvenna. Þetta eru konur á einni öld, 10 konur, samanfjallar 10 konur. Þetta eru alþýðukonur, hún er sögð á 3 tímaplönum sagan, einu kvöldi, einu ári og svo einni öld. Og ég er í raun og veru að skoða það hvað við erum miklar afleiðingar af því sem á undan hefur komið. Og þetta eru konur sem eru að glíma við kalla veröld. Og þær eru svona á öllum tímum að slást svolítið við feðraveldið. Já, það er til dæmis ein kona þarna sem er mjög fyrirferðarmikil sem heitir Glóa og hún beinlínis flýr til Kaupmannahafnar, hún gerist femínískur flóttamaður, fer til Kaupmannahafnar, mjög hugstæð persóna, hún er eins og bóhem. Já, hún er, og ég held hún kannski sé svolítið talandi fyrir sína kynslóð líka. Hún fer hérna til Kaupmannahafnar 1974 og þá er einmitt Kaupmannahöfn að taka svolítið á móti svona hugmyndafræðilegu flóttafólki frá Íslandi, held ég. Og þú er að flýja svona einhvern veginn kuldan og garran á Íslandi. Svolítið þetta eins og þetta sem Jón Gnarr hefur verið að tala um, sko. Já. Flýja þetta harða Ísland. Já, hún bara hatar kuldan og finnst hann einhvern veginn læsa sig inn í bara þjóðarsálina líka. Og hún lendir líka í því að þurfa að berjast við kallaveldið og hafa látið minnipokan eins og margar aðrar konur í gegnum tíðina. Svo er þarna Sigurlína, hún er hins vegar bara fremst á 20. öldinni. Já, og hún er amma Glóu og mér þótti forvitnilegt að skoða þessar kynslóðir og hvernig ein kona leiðir af annarri einhvern veginn og hvernig við burðumst öll í gegnum söguna með bæði gjafir og böl þeirra sem á undan fóru svolítið. Þú segir að við séum samsett úr öðrum manneskjum? Við erum það svolítið. Já. Við erum það. En hver er Sigurlína? Sigurlína er náttúrulega alþýðu kona sem að kemur blásnauð austan af landi til Reykjavíkur og kynnist sínum manni og verður ástfangin á götum Reykjavíkur 1903 og hann er líka blásnauðurinn útskrifaður úr stýrimannaskólanum og saman hefja þau lífið við þessar aðstæður sem ég þótt svo forvitnilegt að skoða. Reykjavík á þessum tíma, ef einhver mistéð sig eða átti ekki dulítið bakland, það var svo mikið í húfi. Já. Fólk var eiginlega nánast bara, hvað gerði kona ef hún misti mannin sinn með barnaskaran sinn? Svo nefni ég aðra sem er Dagný. Já. Sem er svo sem eignast barn í lausum leik, sem er náttúrulega getur verið ægilegur atburður. Já, og á þessum tíma, náttúrulega, 1926, fæðir hún sitt barn og er 14 ára gömul. Þannig að það er 14 ára gömul þegar að barni kemur undir, 15 ára þegar það fæðist og allar þær afleiðingar sem það eru á hennar líf, barnsins og allir kringum hana og skrifar söguna áfram og hún er móðir Glóu, þannig að Glóa situr svolítið uppi með þá lífsreynslu og sinn hátt og er að brjótast út og hennar litla bylting þá er svolítið að gerast flóttamaður. Það eru margar flóttakonur í þessari bók. Það eru allar að flýja svolítið. En hvernig tengjast þessar persónur þér? Upprunalega langaði mig bara að skrifa, skoða alþýðukonur og hvernig baklandið okkar þróast og þá fer ég að skoða mest mitt bakland og þessar 10 konur sem eru 11 þegar uppi staðið að þær eru náttúrulega allar innblásnar af konum sem hafa staðið mér næst í lífinu. Þetta eru frænkur þínar Þetta eru minni úr mínu, já. Og þinni fjölskyldu. Minn kvenna fannst. En ég sé nú ekki betur en að þú sést sjálf í bókinni og heitir Halla. Það gæti alveg verið að Halla væri pínlítið skyld mér og ég henni. En hvað er skáldskapur og hvað er veruleiki? Það er alltaf spurning og hvenær rennur í raun og veru sagan það langt frá manni að því ég oft nota þessa aðferð í mínum bókum
að sækja svolítið í grunninn í sögur sín þekki og taka þær síðan með mér inn í skáldskapinn og þá alveg magna sýrlega þegar árin líða hvað skáldskapurinn fær sjálfstætt líf og fer langt frá veruleikanum í rauninni. En þetta þó að þessi sögur af þessum konum, þá þetta eitt verk. Þetta ekki smásögur, þetta eitt verk sem hangir saman frá þinni hálfu, sem heild. Já, og þetta eiginlega þráður sem að ég tek upp 1903 og ég held í þráðinn til 2010. Og allstar koma þessar konur inn og hafa áhrif hvora á aðra og ég mæti þeim í sögunum á örlaga stundum þar sem þær þurfa að horfast í augu við litlar byltingar eða verða valdar að litlum byltingum. Já, litlar byltingar, draumur betri daga. Kristín Helga, þakka þér fyrir.